sannri trú, hvert mitt ljóð sé lof og tjáning lífsins á ég stærstu von, sé í hverri þraut og þjáning þyrni gríndan Guðs mín son. Mikli læknir lífsins meina, ljúfi Jesú dýr sé þér, vísa mér á veginn eina, vertu ljós í hjarta mér, ljós sem vermir, ljós sem nærir, ljós sem hugar myrkrið flýr, ljós sem sprengi lífsins bærir, ljós sem harmi gleði snýr. Lát mig meðan lífið reynist, lof og náð og kærleik þinn, gefa stöðugt frá mig reynist, rétt mér hendi, Jesús minn, þinn við náða sterkast starfið, styrkur ég á fætur rís, síðan mun ég miskunn vafinn mæta þér í paradís. Komið sæl og velkomin hingað til okkar í Lindakirkju. Að vísu er kirkjan nánast mannauð hér í kvöld, nánast. Þið eru þarna heima og þar sem að við erum saman í anda, hvort sem við erum hérna saman í þessari kirkju eða hvað, þá er kirkjan til staðar. Andi Guðs er hjá okkur og Jesús er með. En það var Katrín Valdís Hjartardóttir sem að söng hér fyrir okkur Drottin minn til himinn hæða, sem við þekkjum kannski betur undir með textanum Rós, en ljóðið gerði Kristján Hjartarson heitinn frá Skagaströnd. Og við píanóið er að sjálfsögðu Óskar Einarsson og þau tvö ætla að leiða tónlistina hér í kvöld. En nú skulum við signa okkur og biðja saman. Segjum í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Drottinn Guð, þakka þér fyrir að við getum leita til þín með alla hluti og að þú heyrir bænir og það er ekki bundið við okkar tilfinningar, það er bundið við það að þú ert. Gefa okkur djörfung til þess að tala við þig hvað sem að hvílir á okkur, stórt og smátt. Við felum þessa stund, tónlist og orð talaðu til okkar eins og þú getur. Amen. Þá vil ég biðja ykkur að taka undir jafnvel. Það er alveg mjög kósí að vera heima
og syngja með sálma sem þau þekkir. Og við ætlum að syngja saman núna í bljúri bæn sem við flest þekkjum. Sem þekkir mig og verkin mín, ég leita þín, Guð leitu mig og lýstu mér ævistig. Ég reika Sú ein bær í brjósti mér, ég betur kunni þjóna þér, því veit mér þetta veginn þín, þá verðir þú Drottinn minn, því veit mér þetta veginn þín, það verðir þú Drottinn minn. Við skulum heyra heilagt orð, fyrst hér úr Davíðssálmum. Við lesa fyrir okkur úr sálmi 104. Þar hann hefst á þessum orðum: Lofa þú, Drottinn, sála mín. Drottinn, Guð minn, þú ert harla mikill, þú ert skrýddur dýrð og hátign, sveipaður ljósi sem skikkju. Og síðar í sálminum: Þú lætur gras spretta handa fénaðinum og jurtir sem maðurinn ræktar, svo að jörðin gefa af sér brauð og vín sem gleður mannsins hjarta, olíu sem lætur andlit hans ljóma og brauð sem veitir honum þrótt. En Guðspjallið sem ég ætla að lesa er úr 2. kafla Jóhannesar Guðspjalls, þar sem talað fyrsta tákn Jesú. Á 3. degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesú var þar. Jesú var boðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans, en vín þraut, segir móðir Jesú við hann: Þeir hafa ekki vín. Og Jesú svarar: Hvað viltu mér, kona? Minn tími ekki enn kominn. Móðir hans sagði þá við þjónana: Allt sem hann segir við ykkur, það skuluð þið gera. Og nú voru þar 6 vatnsker
úr steini, samkvæmt reglum gyðinga hreinsun, og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá: fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma. Síðan segir hann: auðsið nú af og færi veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvað það var. En þjónarnir sem vatnið höfðu auðsið vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðgummann og sagði: allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara menn gerast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn gerði Jesús í Kana í Galileu og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Þegar ég var 15 ára gamall eða svo, þá heimsótti ég gamla konu sem við áttum góða stund og spjölluðum heilmikið saman, og eitt af því sem hún spurði mig var: Guðmundur minn, ertu nokkuð farin að drekka brennivín? Og ég var að viðurkenna, ég hafi nú alveg komið eitthvað aðeins við það. Og hún segi: það skaltu algjörlega láta ógert, elsku vinur minn, því brennivín undirrót alls ills. Þar talaði hún af reynslu, ekki af vísu sinni eigin, heldur af biturri fjölskyldurreynslu. Og það bitur reynsla sem að margar fjölskyldur út allan heim hafa einmitt af drykkju víns, ofdrykkju, neyslu, vímuefna. Og kannski þess vegna hefur það stundum verið að prestar og fleiri hafa átt aldrei erfitt með nákvæmlega þetta guðspjall dagsins í dag. Þetta guðspjall sem ég var að lesa fyrir ykkur. Þetta fyrsta kraftaverk Jesú sem að í rauninni manni finnst vera óþarft. Það enginn blindur, það enginn heyrnarlaus, það enginn með blóðlát eða deyja eða eitthvað svoleiðis, og þetta fyrsta kraftaverki sem hann gerir. Í brúðkaupi í Kana. Áður ég held lengra þá verði ég að segja: þetta guðspjall fjallar ekkert um það, fjallar ekkert um böl áfengis, hún fjallar ekkert um það að hamingja sé fólkin í því. Boðskapurinn í rauninni allt annar og tákar hann umfram allt. Það ekki merkilegt? Jesú boðið til brúðkaups og þau eru þarna saman, og hann kom með lærisveinana með sér, alla lærisveinana, og kannski það ástæðan fyrir því að vínið var búið. Nei, ég svona allur kannið sleftu. Að þá þraut vínið. Brúðhjónin sem buðu til brúðkaupsins, sem yfirleitt stóð vel að merkja marga daga á þessum slóðum og á þessum tíma, vínið var að vera búið. Og í rauninni var vín eitthvað sem var bara drukkið alltaf, alla daga, í veislum og annars svoleiðis. Þetta var náttúrulega ekki síst til þess að bjarga verðmætum, vínberja safa, að láta hann gerja svo að væri hægt að drekka hann áfram. Drekka uppskeruna áfram, má segja. Og þarna var vínið þrotið. Við erum oft komin á þrotum. Okkur 30 stundum þolinmæði, okkur 30 stundum peninga, okkur 30 visku og hugmyndir, og þegar við erum komin á þrótu þá finnum við að við þurfum á hjálp að halda. Þau koma að vísu ekki og biðja hjálp, heldur það móðir Jesú sem þarna gestur í þessu brúðkaupi. Það hún sem kemur og biður. Og það ekkert orðskrúð, ekki frekar hjá gömlu konunni sem sagði við mig: brennivín undirrót alls ills. Hún bara kemur sér beint að efninu. Þeir hafa ekki vín. Þetta eru merkileg orð ef við hugsum það í samhengi. Þetta bæn sem sett fram af móður Jesú, Maríu. Þeir hafa ekki vín. Sumir eiga í ramma hjá sér orð úr Biblíunni: Drottinn minn hirðir og eitthvað svona. Ég hef aldrei séð þessi orð í ramma. Þeir hafa ekki vín, en þetta eru stórmerkileg orð, og það sem svo fallegt við þau, þetta algjörlega
án alls orðskrúðs eða einhverja frekju, þetta bara upplýsingar. Nú, það sem að felur í sér, þau þurfa á þeir að halda. Þeir hafa ekki vín. Hún sleppir alveg svona orðskrúði eins og við heyrðum úr textanum í Sálminum áðan sem ég las. Það sem að þeir talað það sem segir hér, hún segir ekkit, ó, sonur minn, sonur Guðs, sem ert kjarni viskunnar og þú lætur gras spretta fram handa fénaðinum og jurtir sem maður ræktar svo að jörðin gefa sér brauð og vín sem gleður mannsins hjarta. Nei, þeir hafa ekki vín. Þetta er mjög einfalt. Og þetta er svo mannlegt, þetta samtal, og þetta er svo ótrúlega saga að hún hlýtur bara að vera sönn. Og hann segir, og hvað kemur það mér við, kona? Og kannski ef þetta væri veisla sem væri núna í dag, mútti að segja við mömmu svona, og hún svarar engu. Hún segir honum ekkert hvað hann er að gera. Já, þú veist hvað þú átt að gera, kallinn minn. Nú skalt þú bara fara og gera þetta og svona og græja og gera. Nei, hún bara kemur upplýsingunum á framfæri og kemur þessu á framfæri við þjónana. Herðu, allt sem hann segir þess að gera bara eins og hann biður um. Og svo kemur þetta ótrúlega kraftaverk. Þarna eru steinker, 6 steinker með einhverja 3 mæla, eitthvað svoleiðis. Það eru einhverja mælieiningar sem að ég las mig til að mundu eiginlega svona vera á við rúmlega 900 flöskur af rauðvíni úr ríkinu. Þetta var svo yfirfljótandi af einhverju gæðastöffi. Þetta var ekkert eitthvað svona, ekkert ódýrt beljuvín neitt, sko. Þetta var bara alvöru sem þarna var framborið. Og svo kom fram að þetta hafði bara lærisveinarnir hans vissu hvað var í gangi og þeir bara sáu mátt Jesú koma þarna fram. Og ég sagði á hann að þetta væri svo ótrúlega óþarft kraftaverk. Sannarlega er það. Svo dýrmætt. Og eins og öll kraftaverk Jesú, þá er í þeim fólginn boðskapur. Þegar blindi fá sýn, þá er Jesús að predika ég er ljós heimsins og svo framvegis. Og þegar hann mætir í þessa veislu sem er eiginlega að verða búin, þegar þetta brúðkaupspartí, þetta er að verða búið að því að vínið var búið og þá bara, þetta er svona svipað eins og að bjóða í fermingaveislu og þegar veitingarnar eru búnar, þá er ekki við miklu að hanga lengur. Fólk lætur sig hverfa líka af kurteisi við það að þetta er neyðarlegt fyrir gestgjafan. Enginn vill bjóða til veislu og eiga ekki nóg. Það er það sem við skiljum, þó við kannski séum ekkert endilega inn á því að það þurfa að vera svona mikið vín til. Við viljum hafa nóg. Og þegar Jesús kemur með þessar gnægtir, þá er hann í rauninni að predika þetta sem að segja svo síðar í Guðspjallinu. Ég er komin til að þeir hafi líf í fullri gnægð. Það að tengja saman áfengis- og vímuefnavanda við þessa sögu er að sprengja rammann. Hún fjallar ekkert það. Hún fjallar það að þegar okkur skortar eitthvað, þá getum við leitað Guðs og talað það tæpitungulaust, eins og María gerði. Og við mögum gera það í trú og treysta því að hann sem er kominn til að gefa okkur líf í fullri gnægð muni gefa okkur það svar sem við þurfum. Að biðja er nefnilega ekki alltaf að biðja Guð að gera eins og ég vil, heldur það sem er rétt. Auðvitað megum við vel tala það sem við viljum af einlægu hjarta, en umfram allt að það sé okkur og öðrum til góðs. Og enginn svarar betur en sá sem gefur líf í fullri gnægð. Dýrsi Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verða mun aldir alda. Amen.
Nú ætla ég að biðja ykkur ef þið eru með sálmabókina innan seilingar í stofunni hjá okkur, nú eða bara iPad sem er hægt að fletta upp á, þá er það sálmur 712, dag í senn. Og eftir það ætla þeir að koma hér Baldur Úlfarsson og hann Guðbjörn Guðbjörnsson og segja okkur frá 12-sporastarfinu hér í Lindakirkju sem er að hefja göngu sína í nýbyrjaðri viku. Eitt andartak í einu, heilíg náð þín Faðir gefur mér. Mun ég þurfa þá að kvíða neinu, þegar Guð minn fyrir öllu sér. Hann sem sinni, minna daga skammt af sæld og þraut, sér til þess að færa leið ég finni, fyrir skrefið hvert á lífs míns braut. Sem mér allar stundir nærri, á við hverjum vanda svar og ráð. Máttur hans allri hugsun hærri, heilög elska viska föður ná. Þörf ég þekki eigi, það nóg að Drottinn segir mér. Náðin mín skal nægja hverjum degi, nú í dag ég styð og hjálpa þér. Sem ekkert buga má, auk mér trú og haltu huga mínum, helgum lífsins vegi þínum á, svo að ég af hjarta felli hreinu, hvað sem Kæru vinir, hérna vil ég fá að segja nokkur orð um 12-sporin. Námskeið, 12-spora námskeið núna hefjast enn eina ferðina hérna í kirkjunni. Ég stundum spurður hvað við gerum eiginlega á þessum 12-spora námskeiðum og það sem við gerum helst að við lesum saman í 12-spora bókin okkar, þessari hérna, góðu bók.
Við förum yfir spurningarnar sem við höfum svarað heima. Við upplifum tilfinningar sem við upplifum ekki annar staðar. Við kynnumst öðrum sporaförum á hátt sem við erum ekki vön að kynnast fólki á. Við förum með æðruleysisbænina sem hljómar svona: Guð, gefðu mér æðruleysi til að sætta með það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Við viljum núna bjóða ykkur, gott fólk, að koma á þetta ókeypis 12 spora námskeið sem að hefjast á miðvikudaginn í þessari viku, sem að hefjast. Og við erum hérna tveir, Guðbjörnsson og ég, og Guðbjörn verður aðalleiðbeinandi á þessu námskeiði, enda hann orðið vanur í sporunum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, kæru vinir. Takk fyrir að fá tækifæri til að kynna sporastarfi hérna í kvöld. Ég líki nú oft þessu við, já það stendur mér í bókinni, svona ferðalag, andlegt ferðalag. Þessi bók er frábærlega byggð upp og tekur eiginlega þannig á málum að það er eiginlega ógjörningur annað heldur en að verða betri maður eftir þessa vinnu. Það er eiginlega ekki hægt af því að þetta er tekið svo skipla á þessu. Nú við erum vön því öll að taka á einhverju ef þú lendir í slysi, þá ferði í endurhæfingu, þú þarft á hjálp heilbrigðisstarfsfólk að halda og svo framvegis. En þegar við lendum í áföllum í lífinu sjálfu, þá erum við allt og gjörn á það að gera hreinlega bara ekki neitt. Og þetta er nú breyst á liðnum árum. Og þessi vinna sem við erum að fara í, hún er alveg einstaklega góð fyrir alla þá sem hafa lent í einhverju alla sín ævi, að því öll erum við á þessu ferðalagi gegnum lífið að lenda í hinn og þessu. Ég lendi sjálfur í alvarlegu áfalli fyrir 2,5 ár og þá sendi Guð almáttugur mér Baldur og síðan komst ég í sporastarfið og það var önnur svona, ég vil segja frá Guði, hann sendi mig þessi leið og nú er ég að reyna að borga eitthvað aðeins tilbaka af því sem mér hefur verið gefið. Og ég bið ykkur hjartanlega velkomin á miðvikudaginn kemur. Takk fyrir. Klukkan hvað er það? Það er klukkan 6:30. Miðvikudagskvöldum klukkan 6:30. Takk. Þá skulum við sameinast í bæn. Drottinn Guð, þakka þér fyrir að þú heyrir bænirnar okkar og við getum komið fram fyrir þig alveg eins og við erum. Það er engin bæn of lítil til að við megum ekki nefna hana við þig og ekki heldur erindi okkar geta heldur ekki verið of stór fyrir þig. Við felum þér það sem að hvílir á hjart okkar. Mér langar sérstaklega til að nefna fjölskyldur sem hér eru í sókninni sem að eiga sárt að binda vegna sorgar. Biðjum að mæta þeim sérstaklega. Ég biðjum að blessa mann sem hefur orðið fyrir miklu áfalli og á mjög erfitt og allar þær kringumstæður. Mér langar sérstaklega líka til að fela þér mann sem að fer í hjartaaðgerð á morgun. Biðjum að blessa það allt saman og hendur læknanna og hjarta hans góða hjarta. Og þakka þér fyrir að við getum falið þér hvort annað og ég vil líka leggja fram fyrir þig og þau bænarefni sem að hér hafa verið lögð fram og er beðið fyrir á 50 bænastundunum. Þú þekki það, Drottinn, og blessaðu það og mætt okkur á þeim stað sem við erum í lífinu. Og við felum þér alla bænirnar okkar í bæninni sem þú kendir og biðjum saman
Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so high, I will comfort you. I'll take your part when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. If you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind like
voru þau Katrín og Óskar sem að sungu að sjálfsögðu lag Simon og Garfunkel, Bridge over Troubled Water. Núna þegar nóttin svört, næðir vindur utan við glugga. Þetta eru viðeigandi orð í kvöld. Svo heldur áfram: á ég von sem alltaf björt og ég losna frá sorg og neyð. Ég vil finna faðminn hlýja, finna lífsins yl. Ég vil virkja von og þrá. Ég vil finna faðminn hlýja, fá að heyra hjartað slá. Þetta úr ágætri þýðingu Kristjáns Hreinssonar á söng sem heitir Gabrielle sang úr sænsku myndinni Svo som í himmelen, eða sem á himnum. Og áður en við heyrum hana Katrínu Valdísi syngja það fyrir okkur hér í lokum, vil ég þakka ykkur fyrir, kærlega ykkur félögum Guðbjörn og Baldur, og ekki síður Óskari og Katrínu og ykkur sem heima að fylgjast með, hvort sem það í rauntíma eða einhvern tíma í framtíðinni. Kannski þetta að horfa á okkur einhvern tíma 2029, ég veit það ekki. En þá skulum við þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Þegar finn ég falla mín tár, farir draumar vilja mig huga. Alltaf þegar mín sorg sár, sé ég leið sem bein og greið. Núna þegar nóttin svört, næðir vindur utan við glugga. Á ég von sem alltaf björt og ég losna frá sorg og neyð. Ég vil finna faðminn hlýja, finna lífsins yl. Ég vil virkja von og þrá.
see